Á meðan dæmi að kíló af hangikjöti hafi hækkað tæpar 1000 krónur á einu ári, fá bændur aðeins rúmlega 70 krónum meira fyrir kjötið í ár en í fyrra. Hagfræðingur Bændasamtakanna segir að bændur fái sífellt minni hluta af kjötverði út úr verslunum. Jólamaturinn hefur hækkað verulega í verði frá í fyrra samkvæmt könnun sem Alþýðusambandið birti í gær. Dæmi að kjötvara hafi hækkað rúmlega 40% og að kíló af hangikjöti hafi hækkað í verði tæplega 1000 krónur. Forsvarsmenn verslunarinnar segja að miklar hækkanir kom ekki á óvart. Verð frá afurðastöðum hafi hækkað mikið á árinu. Það sem við höfum séð og heyrt frá okkar fyrirtækjum á bilinu 20 til 45% hækkun. Slík hækkun sé ekki eðlileg. Við gagnrýnum það hvað hefur orðið mikil hækkun á þessum vörum núna þessu ári langt umfram það sem almenna verðlagsforsendur gefa tilefni til. Það er ekkert með það að segja hvað bændur fá fyrir þessa afurð sína. Hagfræðingur Bændasamtakanna tekur undir þetta. Segir að þótt verð til bænda hafi hækkað tæplega 17% á árinu, samsvari það aðeins 71 krónu hækkun á hvert kíló. Þetta er tvímælalaust áhyggjuefni að sífellt stærri hlutur af útsöluverðinu rennur til smásölunni eða annarra milliliðana, meðan bóndinn að fá minna í sinn hlut og þar með minnkar vitund neytandans fyrir því hvað bóndinn þarf að bera úr bítum. Og þetta er alþjóðleg þróun sem við þekkjum úr til dæmis bara samskiptum okkar við bændum á Norðurlöndum. Að þar er sífellt minni sneið af kökunni, útsöluverðinu, að renna til bænda en stærri hluti fer í úrvinnslu, milliliði, smásala og svo framvegis.